Ég ætlaði að sýna hérna aðeins smá aðferð við tvíbandaprjón. Ég er að prjóna sérst munstur með 2 litum, held garninu hérna sikkur megin við mig til þess að vindist síður upp á það og flækist saman. Þegar ég er að prjóna með 2 litum þá set ég alltaf báða litina upp á fingurinn, en ég set hérna löngutöngin á milli til að halda þeim aðskildum og set liðin á fingrunum hérna upp á milli, þannig það er alltaf hæfilegt bil á milli. Og svo ef ég þarf að strekkja, segjum að annar liturinn sem ég meira notkun og hinn verði langur, og fer ég bara hérna niður fyrir og strekkja á bandinu, þannig að ég nægi eðlilegan strekk. Það sem þarf að passa upp á í tvíbandaprjóni, það er að það verði ekki of strekkt bönd hérna á bakvið. Það er hættulegast að gerist ef maður gleymir sér og leyfir bara hérna að safnast upp svona rykkingu, að þá enda maður oft með of stutt bönd á milli kafla. Þannig að hérna megin, hægra megin, það sem er búið, það vil maður alltaf halda svolítið sléttu, og þá eiginlega ósjálfrátt fær maður eðlilega lengd á böndin, þannig að verður allt slétt og fellt strax. Ég hef það verið reglu að þegar ég er að prjóna tvíbandaprjón, að þá læt ég aldrei vera meir en 4 lykkjur á milli, öðruvísi en að ég víxli böndunum, þannig að það verði ekki langir svona, eins og þeir heita floaters eða svona millibönd sem að puttar geta fest í og annað, og hérna sést þar sem ég er búin að vinda saman böndunum á bakvið. Ég geri þetta með því að hérna er ég með kafla af 8 lykkjum, og þá ger ég fyrst 1 og 2 og 3 og 4, og svo tek ég næstu, þá sæki ég bandið undir hinn litin og þar næstu yfir, og svo held ég áfram. Og svo strekki ég hérna til að ná lengdinni á bandinu á bakvið og prjóna næstu. Hérna koma síðan 6, þá ger ég 1, 2, 3 fyrir undir, 4 yfir, 5 og 6. Og svona jafnóðum þá vind ég þetta eða strekki ég þetta hérna út, prjóna næstu, 1 og 2, 3 og svo 4 fyrir undir, 5 yfir, 6, 7 og 8, strekkja, prjóna næstu. Ég byrjaði nú unga prjóna og dáðist alltaf rosalega þeim sem gátu prjóna hratt. Þannig ég hef svona í gegnum tíðina fundið mér þær aðferðir sem að leyfa mér að prjóna hratt, án þess að missa niður gæðin. Og þetta er svo aðferð sem að ég hallast að í tvíbandaprjóninu, að því hún er fljótleg og hún er líka bara fín, kemur vel út. Böndin á bakvið, það verður svona ákveðið munstur, en maður til dæmis temur sér að 7 lykkja kafla, þá er það alltaf 4 sem fer, þá vindur maður alltaf upp á bandi í 4, vindur alltaf í miðjunni líka á 5 og skiptir í 2 þegar er sléttala. Þannig í raun og veru kemst maður alveg með bara mjög huggulegt prjónles, en ákveðin hraða, enga síður. Hérna 3, 4 fer undir, sæki bandið, 5 fer yfir, sæki bandið og höldum áfram. Strekki hérna alltaf bara að nota fingurna til þess og áfram. 1 og 2 og 3 undir, 4 yfir og 6, prjóna næstu með því að toga hérna með þessum baugfingrunum hér. Og svona vindur þetta sig. Og maður þarf voðalega lítið í rauninni að taka bandið af fingrunum, þó maður þurfi að lengja í garninu sem maður er með. Þá er þetta að gera það bara með hinni hendinni, halda þessu öll á sínu stað, ná sér í meira efni hérna megin, vinstra megin. Og þetta er sem sagt, þarna gerum maður með 2, og svo ætla ég að sýna líka á eftir þegar er komið kafli þar sem eru 3 bönd. Það er mjög svipað, aðeins meira flækjustig náttúrulega eðlilega því það eru 3, en sama prinsip, að búa alltaf til þessa vindu þegar böndin á milli verða löng, alltaf að strekkja út á milli og svo nota fingurinn fyrir öll böndin og aðskilja það með öðrum fingrum. Skilst kannski ekkert sem ég er að segja, en á móti kemur að
Þetta er alltaf endurtekning. 1 og 2 og 3 og næsti fer undir og svo yfir, strekkja, prjóna, 1 og 2 og 3 og 1 og 2 og 3 og loka. Ok, slétt og fellt tvíbandaprjón, í rauninni bara lítur strax mjög vel út. Baksíðan er ekki með einhverjum löngum spottum sem að flækjast og þvælast, heldur bara býsna jafnt. Ok.